Velkomin í föstudags þátt N4 sem er helgar þáttur stöðvarinnar. Ljóðskáldið farið á brott og hingað eru komnar tvær konur á Akureyri sem ég hafa staðið fyrir dömulegum dekurdögum á Akureyri í nokkuð mörg ár. Muniði númer hvað þessir dagar eru? Já, þetta 8. skiptið. Þeir hafa verið haldnir frá 2008. Dömulegi dekurdagar, hvað það fyrir nokkuð? Já, þetta svona bara viðburður í október til þess að glæða bæinn lífi og fá konur til þess að koma saman í bæinn og hafa það gaman og fyrir fyrirtækin að kynna þjónustu sína. Og svo hefur þetta alltaf vaxið og í október, bleika mánuðinum, þá höfum við tengt þetta svo aftur við árvekni varðandi brjóstakrabbamein og skreytum bæinn bleikan og hvetjum til þátttöku og höfum verið staðið líka fyrir söfnunum. Inga, þú ert nú einmitt með slaufu með þér. Þessar slaufur þið búið þær til og setið þær á ljósastaura. Vilborg býr allar slaufuna til, bindur þetta alveg bara eins og engi sem morgundagurinn og við setjum svona 100 slaufur víðsvegar bæinn. Þá aðalega hérna í miðbæjarsvæðinu og reyndar út á Glerártorg þar sem verslanirnar eru. Og svo í fyrra datt okkur í hug að bjóða bara fyrirtækjum og náttúrulega öllum bæjarbúum að kaupa slaufu í sinn staur og þau bara hringdu í ákveðið númer og lögðu inn á reikning og við komum með stiga og hengdum í staura heima hjá fólki eða hjá fyrirtækjum víðsvegar bæinn og þar söfnuðust út gjaldkerinn. Já, 250.000 af þessum slaufum sem söfnuðust í fyrra og í fyrra þá í rauninni þá voru sko 1 kílómetr af borða sem fór í slaufur og við erum klárar með meira þannig að við hvetjum bara alla til þess að taka þátt í og þessari söfnun og hafa samband við okkur og við mætum með stiga bæinn. Þessar slaufur setja talsverðan svip á bæinn og minna okkur þá líka á krabbameinið, þann ógnvald. Já, það var nú svona eins og segi, þetta náttúrulega ótrúlega fallegur litur og það bara, við erum að vekja athygli á minnum konur á að fara í skoðun. Það rauninni, þegar þau sjáu bleiku slaufina, þá bara spá í hvenær þið fóru síðast og gera þá ráðstafanir. Það nú málið og í rauninni að láta gott á okkur leiða í sambandi við þessa söfnun. Við höfum verið með, síðustu 5 ár höfum við verið með klúta sem við höfum selt til styrktar Krabbameinsfélaginu. Og svo aftur félag dögumlega tekurdaga og allur afgangur sem verður, það þátttökugjald, fyrirtæki borga þátttökugjald og við reynum að fara vel með þær með notum í auglýsingar og svona, en það sem eftir verður, það fer þá í þennan sjóð og hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og það svo mikilvægt að styrkja félagið því að þessi peningur fer í að greiða húsaleigu í Reykjavík þegar fólk þarf að fara í meðferð. Þannig að þetta er bara frábært að við getum svona mörg lagt smá á mörkum því að þetta snertir okkur einhvern veginn öll. Þannig að þessir klútar sem þið eruð að selja, þið búið þá til sjálfar og ágóðinn hann fer til þessa góða málefnis. Já, það klútarnir eru gefnir, mitt fyrirtæki gefur klútana og svo búið til nýtt munstur á hverju ári og hún Bryndís Óskarsdóttir hefur gert fallegt munstur sem við svo handtrykkjum, flokkur á konum, hittumst í verkmenntaskólanum, fáum frábæra aðstöðu þar og gerum klútana klára fyrir dömulega dekurdag og þeir eru svo seldir á þá helgi, 50-deginum byrjað að selja það og svo bara þangað til þau klárast. Þegar þið byrjuð á þessu fyrir 8 árum, þetta hefur væntanlega undið nokkuð upp á sig? Já, þetta var náttúrulega bara lítil hugmynd. Þetta voru konur úr ferðabransanum og verslun sem hittust bara í flugi og fóru ræðum hvernig mætti við glæða bæinn lífi en drungalega október sem var og þetta var nú þessi litli neisti sem hefur, hvað maður að segja, blossað svona skemmtilega upp. En það má kannski segja að verslunarrekstur svona samkeppnisrekstur þannig lagað. Þetta þýðir væntanlega það að þið konurnar sem eru að standa í þessu, þið bara kynnst betur.
Algjörlega og bara stöndum saman í þessu. Bara allir sem að, það geti allir fundið sinn vettvang á dömulegu dekudögum. Líka Ragnar Jóð. Hann getur alveg fundið sinn vettvang í, allar þessar konur eiga menn eða feður eða, þannig að það alltaf hægt að gera eitthvað skemmtilegt á dömulegu dekudögum, bæði kynin. Hvaða viðbrögð fáið þið svona frá bæjarbúum og þeir sem að koma inn í verslanirnar til ykkar? Mjög góð bara, mjög góð og fólki finnst þetta bara gaman. Það allir að gera eitthvað öðruvísi en hina dagana. Það allir að gera eitthvað sem að fólk getur dekrað við sig í hverju sem er. Ég nú ekki í mjög kvenlegri verslun sko með petrómyndir en við höfum alltaf tekið þátt, öll árin. En að undirbúa svona daga, þetta ekki svona bara eitthvað sem að þið byrjið bara ekkert á þriðjudegi og svo fer allt í ganga á daginn eftir. Við erum nú eiginlega bara svolítið að hugsa þetta svona bara allt ári. Við í rauninni tökum saman þegar að afloknum bleikumánuði, þá tökum við punta saman og svo kannski aðeins förum nú að huga öðru í eðli málsins samkvæmt í verslun, þá koma náttúrulega önnur tímabil sem þarf að huga að. En í rauninni þegar við Inga hittumst og nokkur fleiri, þá alltaf einhverjar hugmyndir sem við erum að kasta fram og í rauninni svona, við erum að svona setja smá svona í kistuna og svo draugum við það fram kannski svona mánuði eða 2 áður. Og við fórum til dæmis í vettvangsferð á annan, hvað maður að segja, annan part landsins bara til að sjá hvernig hátíð færi þar fram, bara til þess að læra eitthvað meira af, þannig að við erum alltaf eitthvað að pæla. En semst með undirbúningin þá skiptir rosa máli að sem flesti taki þátt og þú varst nú að tala samkeppni í verslun. Það bara í eðli sínu þannig að sko þar sem að markaður eða hvað maður segi í gamla daga, skiptir markaður allt, þar safnast fólk saman og í verslun, verslun þá sko, það meiri umferð þar sem fleiri verslanir eru. Þannig það svo gaman í rauninni þetta samvinna í samkeppninni og fólki þykir gaman þegar margir koma saman og fjölbreytt úrval og allt það, þannig að þetta hangir allt saman. En allavega við sem sagt höfum núna, byrjum á því í undirbúningi á dömulegum dekurdögum, það náttúrulega huga að því hvernig þýr hráefni sem við þurfum að hafa. Og svo að hvetja fyrirtæki og verslanir fyrirtæki og bara að þá aðila sem að geta einhvern veginn fundið flötu að taka þátt. Og það semst við erum búin að setja auglýsingar og svo erum við að hvetja konuna til þess að koma saman og þetta orðið árvist hjá mörgum hópum. Og dömulegi dekurdagar þeir hefjast hvenær? Á 5. sem 7. október. Og það gaman að segja að því að þá ætla norðlenska konur í tónlist að vera með tónleika í Flugsafninu sem svona óvenjulegu staður, rómantíska tónleika, mjög spennandi og sama kvöld verður Eyþór Ingi á Græna hattinum. Svo verða ljótu hálfvitarnir bæði föstudag og laugardag á Græna hattinum. Svo ætla Karlakór Akureyrar Geysir að syngja í kirkjutröppunum á laugardaginn klukkan 2. Það verður sem sagt nóg að vera á dömulegum dekurdögum og við fáum að fylgjast betur með því. En þakka ykkur fyrir komuna og þessu næst rétt á eftir þá ætlum við að huga að mikilli matarhátíð sem handan við hornið á Akureyri.